heilagur er drottinn, leyf mér að sjá þig. Amen. Þess vegna erum við hér í dag. Ég minnist alltaf þetta hvers vegna komum við hér í dag vegna þess að drottinn er heilagur og okkur langar til þess að koma fram fyrir augliti hans og mæta honum hér í dag. Við fáum ræðu hér frá Helga á eftir, hér eru ungbarnablessun, börnin fara í krakkastarfi á St. Kim og við fáum einu söng og hvaðina. Við ætlum að standa áfram, við ætlum að halda áfram, við ætlum að fagna þó að sé rigning úti, þá ætlum við samt að fagna. Þetta er svo sem einhver sagði í kórnum. Það er ekkert nýtt, það er búið að rigna meira en í allt sumar hjá okkur hér sunnanlands, skiptir engu máli. Nú ætlum við að láta regna blessunum á himnum ofan, ekki satt? Við ætlum að syngja fögnum, í gær var stór dagur á menningarhátíð, margir fóru þangað maður sjá, hvað voru margir í bæ í gær á menningarnótt? Ekkert svo margir. Við erum fleiri allavega hér í dag sem að fórum ekki í gær, en allavega við ætlum að syngja fögnum. Frábært, áður en Kitty kemur upp og les fyrir ykkur þá syngjum við eitt sálm úr hörpustrengjum sem við þekkjum mjög vel. Númer 200 og það skiptir ekki máli, við erum hættar með bækur, hann er með 339. Þetta sungum við hérna, sangum hérna einhvern veginn það söng Fanny einsöng á Hvítasunnu-messu hér fyrir mörgum ár síðan, en textin er alveg frábær. Ef begið þú inn á braut Guðs í dag. Sigur, kraft
Gjörðu svo vel, Kitty. Við skulum kannski áður við setjumst, við skulum standa á meðan við lesum Guðs orð. Skulum heilsa einhver sem stendur fyrir framan einhver aftan einhver sem þið kannski ekki heilsa áður og segi Guð blessi þig, gaman að sjá þig. Gaman að sjá þig, Óskar. Mér langar að lesa úr Jóhannesi 3:16. Þetta eru orð sem við þekkjum svo vel. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Sá sem trúir á hann dæmist ekki. Sá sem trúir ekki þegar dæmdur. Því að hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonins eina. En þessi dómurinn, ljósið komið í heiminn, en menn elskuðu myrkrið fremur en ljósið. Því að verk þeirra voru vond. Hver sem illt gjörir hatar ljósið og kemur ekki til ljósins, svo verk hans verð ekki uppvís. En sá sem iðkar sannleikann kemur til ljósins. Því að augljóst verði að verk hans eru í Guði gjörð. Og þakkaði Drottinn. Þakkaði fyrir þessu orð sem eru í Biblíunni, orð sem snerta við okkur og tökum þessa bók daglega og lesum í henni og því hún uppfull af visku og gullmolum. Það alvarlegt bænarefni. Það maður sem heitir Birgir sem að fara í alvarlega lungnaðgerð og við ætlum að biðja fyrir honum. Og ef þið hafið fleiri bænarefni á hjörtum ykkar, þá skulum við gefa þetta til kynna. Guð þekki bænarefnin okkar, við þurfum ekki að nefna það eins og hann veit það. Og einnig ef við höfum þakkarefni, við skulum lyfta þeim til Drottins. Ég þakka þér heilagi Faðir fyrir náð og miskunn þína, Drottinn. Þakka þér fyrir að þú ert hér í dag til að mæta hverjum og einum. Ég þakka þér fyrir þessi bænarefni sem við höfum í hjörtum okkar, að þú kemur með lausn og lækningu, þú kemur með frið, þú kemur með von, Drottinn. Þakka þér, þú ert vonaríkur Faðir, þú ert gæskuríkur og mildur, Drottinn. Ég þakka þér fyrir þann heiður að fá að vera í þessu húsi, Drottinn, til að lofa þig, Drottinn, til að tigna og vegsama nafn þitt. Þakka þér, þú ert heilagur og hátt upp hafinn, enginn sem þú, Drottinn. Þú ert alfa, þú ert omega, þú ert upphafiðinn og endirinn og ég lofa þig, Drottinn. Yndislegu Drottinn sem við eigum. Og það ert þú, Faðir. Halleluja, við lofum þig. Lyftum höndum til þín, Faðir. Og við upphefjum nafn þitt hér í dag. Snertu við okkur með krafti þínum, Drottinn. Gerðu það þessi stund, hún mætti vera ógleymanleg í hjörtum okkar. Gerðu það að eitthvað sérstakt geri í lífi eins hérna á samkomin í dag. Ekki bara í lífi eins heldur margra, Drottinn. Ég þakka þér að þú ert með okkur alla daga, allt til enda, Drottinn. Hjálpa okkur að trúa þessu orði þínu. Hjálpa okkur að treysta því, Drottinn. Og gefðu okkur löngun og þrá til að fræðast þig og til að vita meira þig og til að kynnast þér, Drottinn. Og hjálpa okkur að eiga þetta samfélag sem við eigum í þér. Við lofum þig og við tignum þig fyrir þennan dag, fyrir þessa stund. Gerðu eitthvað sérstakt á þessari samkomu í dag, Drottinn. Heilagur andi, vertu velkomin á þessa stund. Í þínu heilaga nafni. Amen. Ég með okkur sæti, rétt á meðan. Við erum að segja frá því sem framundan er. Það þannig að nú styttist í viðburðin sem allir Íslendingar hafa heyrt núna sem að við höfum áhyggjur ef þau byrjum að fara á stað með þetta eða nefndin hvort það verið hægt að auglýsa svo allir myndu sjá en nú vita allir hvað hátíð vonar er. Eins og einhver hér inni sem veit ekki hvað hátíð vonar er, ég held ekki. Það tæpur mánuður og í dag ætlum við einmitt aðeins að minnast á það að Andrésar andar. Þetta var agalegt maður. Andrésar blöðin eru hérna frammi og Helgi kannski segir ykkur nána frá því og eftir. Þetta var alveg óvart. Það er gott að þið eru vakandi og við ætlum að taka fórn hér í dag einmitt og það verður til þess að létta undir með þessari hátíð sem að er feiki dýr en Amerikaninn borgar nú megna þessu samt en við ætlum að hjálpa til með samsköttum hér og eftir
Og svo minnum við á það að nú fyrir barnastarfið að byrja, það reyndar ekki í dag, heldur í septemberbyrjun, en í dag fara börnin niður og eftir og verða með krakkafjörið. Helgi, þú ætlar að vera með barnablessun. Við ætlum að syngja fyrst eitt sálma við tökum fórnina og dagskrán í kirkjunni á heimasíðu kirkjunnar fieldafleir.is og endalega kíkja og fylgist með það sem framöndan er. Þetta allt fasti liðir eins og venjulega og ef ég að gleyma einhverju þá kannski tekur það eftir Helgi. Við skulum syngja saman frábæran sálm sem að fjallar að hvað gerðist þegar Jesús kom inn í hjarta okkar. Þá fjall gleðin sem hafstraumur blár þá Jesús í hjarta kom inn. Þetta er Ásmundur Eiríksson sem gerði þennan texta á gömlum fallegum sálmi. Og hvað elskar þinn drottinn. Við skulum syngja hann saman og við tökum fórnina og svo fáum við ungt par hér upp með lítið barn hann sem á að blessa. Og hver elskar þín drottinn vann undur sem verð þá Jesús í hjarta kom inn. Gjörðu svo vel, Helgi. Amen. Heilsa ykkur öllum í Jesú nafni. Ég er gott að fá að vera hérna í dag. Það er rigning úti en það er sól og blíða hérna inni, ég geti sagt ykkur. Amen, alltaf gott. Og nú vil ég biðja foreldrarna að koma upp með litlu prinsessuna. Já. Bara velkomin. Og núna finn ég það hvað ég er ekki fín. Það er aldrei þessu vant.
En við ætlum að fá að blessa þessa litlu prinsessu í dag. Og hvað heitir hún? Viktoría Fjölbæk Róbertsdóttir. Viktoría Fjölbæk Róbertsdóttir. Og þetta eru Róbert og Víbeke, ekki? Og þið búið erlendis. Þið búið í Noregi. Og ætla að nota tækifærið og blessa dóttur sína með þeir hérna. Við ætlum að byrja á því að lesa í Markúsarguðspjalli 10. kafla frá versi 13 að sem segir: menn færðu börn til Jesú að hann snerti þau, en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesú sá það, sárnaði honum og hann mælti við þá: leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því að slíkar er Guðs ríki. Sannlega segi ég ykkur, hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, mun aldrei inn í það koma. Og Jesús tók þau í faðm sér, lagði hendur yfir þau og blessaði þau. Og það er það sem við gerum í dag. Við tökum börnin okkur í faðm og við blessum þau, og við trúum því að börnin fæðist án syndar, þau fæðast hrein, þau fæðast heilög, þau fæðast í Guðs mynd, og við bara blessum það sem Guð hefur skapað. Amen. Og kannski bara þegar við byggjum saman, hvort við viljum bara rétta fram hendurnar og við samanumst í bænum að blessa þessa litlu stelpu. Er hún feimin? Má ég halda á henni? Heldur hún? Heilagi Faðir minn, Drottinn minn, ég þakka þér fyrir að fá að koma fram fyrir í dag í Jesú yndislega nafni. Og þakka þér fyrir þessa dásamlegu litlu stelpu sem þú hefur skapað. Þakka þér fyrir að heilagi Faðir að hún er sköpuð í þinni mynd. Og þakka þér fyrir heilagi Drottinn minn og Guð að við getum talað út þitt orð yfir hana. Þú segir í þínu orði: ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með þig. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að veita þér vonaríka framtíð. Og við segjum: verði svo Faðir í Jesú nafni. Við þökkum fyrir að Guð minn að þú hefur ofið hana í móðurlífi, þú hefur skapað hana, Drottinn, undursamlega eru verk þín, undursamlega er hún sköpuð. Og við biðjum að þú blessir hana, Drottinn minn. Ég biðjum að þú gefur henni heilsu, ég biðjum að þú gefur henni líf. Ég biðjum, Drottinn minn, að þú vendir hana, Drottinn minn, frá öllum slysum og hættum. Og ég biðji heilagi Faðir hún megi lifa langa og blessaða ævi, og þær gjafir sem þú hefur gefið henni, þeir hæfileikar sem þú hefur gefið henni, þeir fá að blómstra, Drottinn minn og Guð, og hún fá að vera til blessunar fyrir þennan heim. Blessaðu fjölskyldennar, blessaðu foreldrarnar, Drottinn minn og Guð, í Jesú heilaga nafni. Megum fá að kynnast þér og fylgja þér alla ævidaga sína. Í Jesú nafni. Amen. Og við gefum alltaf gjafir, við blessum börn, og byrja að gefa ykkur gjafir. Og er uppbyggileg bók, Lífið er gjöf, og svo hinum er bænabók. Við trúum að bænin er yndisleg gjöf sem að foreldrar geta gefið börnunum sínum. Og svo af því að fundum við bleikabók, Fyrstu biblíuskrefin. Og það er líka mikil blessun að lesa fyrir börn, og biblíusögurnar eru náttúrulega bara dýrmætu fjársjóður. Þannig að við bara blessa ykkur með þessu. Og Guð blessa ykkur og gefa ykkur góða ferð aftur til Noregs og blessa ykkur þar. Amen. Takk fyrir. Amen. Amen. Alltaf yndislegt að... ég veit það ekki. Manni hlýnir alltaf svolítið inn að þeirra barnablessun. Og amen. Já, og ég ætla að segja ykkur á minna á Andrésarmiðana. Nú sjá allir fyrir sér andasteik. Það er aldrei núna með Andrésarmiðana. Já. Það verður engin gleymast með Andrésarmiðum. Að þeir eru frammi og þeir eru allt hús, og þetta eru það sem að hátíð vonar snýst að við tökum miða, og það eru svona 10 línur, mátt taka marga miða, skrifum við nöfn á fólki sem að okkur þykir vænt um, og við viljum að fá að kynnast í góða sem við fengið að kynnast, og við bara biðjum fyrir þeim. Og svo þegar kemur að hátíð vonar, þá bara bjóðum við fólki, og þeir sem eru á miðrum og að biðja fyrir, að þá vonandi koma þeir. Og eignast þessa von, eignast þessa gleði og þetta líf sem við vorum að syngja um. Ég ætla að veita þessi sálmi sem við syngjum, þá Jesús í hjarta kom inn. Mér finnst þessi myndlíking bara, þetta er bara það sem ég upplýði. Þegar Jesús kom inn í hjartað, þá var bara eins og kæmi straumur af einhverjum hafsjó af frið og gleði og einhverju ró sem ég á, sem fer aldrei frá mér. Og það er nú það sem þessi hátíð gengur út á, og ekkert annað. Þannig að það eru Andrésarmiðarnir, og það skadar aldrei neitt að biðja. Og að biðja fyrir fólki er alltaf gott, þannig að endilega taktu miða og biðjum fyrir fólki. Mjög mikilvægt að við biðjum og undirbúum okkur fyrir þessa hátíð líka í bæn, og ekki síst að tala jákvætt og
hvetjandi inn öll orð varðandi þessa hátíð. Við vorum að blessa hér lítið barn og þá fór ég svona að hugsa bara mína ævi. Ég var alveg upp í Hjálparsveitunum og var beðið fyrir mér upphæfi, var með alla tíð. Hann Franklin Graham sem kemur, hann var ábyggilega mikið bænabarn, Billy Graham og foreldrar hans báðu örugglega mikið fyrir honum og öll fjölskyldan. En hann fór frá Guði og lenti í alls konar ógöngum. Ég var að lesa hans í bókina hans. Hann fór að drekka og reykja og komst í kastu laugin og var bara alls ekki þessi kannski sonur sem að Billy Graham átti vona á hann yrði. En hvað gerðist? Orðið Guðs, það bjó innra með honum og einn dag þá á hótelherbyggi þá mætti Guð hann svo sannarlega og hann sneri lífi sínu algjörlega við. Þannig að hann var engin engill, ef við múum orða það, allt sitt líf. Hann lenti í ýmsum leiðum. Þannig að við erum duglega að biðja fyrir börnunum okkar, biðja fyrir unga fólkinu og hvetja það áfram. Og nú ætla þau að fara niður og fá sína skemmtun þar og við höldum áfram með okkar hér uppi. Þannig að gjörðu svo vel eldi hana Kimberly að Kim, hún ætlar að fara niður með börnin og vera með þau í krakkastærinu og kannski með þau labba niður, ég var kannski að syngja einn góðan sundarskóla sálm. Ég var að standa kannski á fætur og syngja öll hérna saman. Krakkar, bíða þessi krakkar, komið hérna fyrir framann og sína okkur hreyfingarnar í einhverju góðum barnakóri. Ég var kannski að syngja, mér finnst alltaf gaman að syngja Ég vil líkjast Daniel því að þá fáum við hérna upp og niður í salnum og sjá hvað eru dugleg og blóðið fer aðeins á hreyfingu. Þá byrjum að sitja og strákarnir byrja. Ég vil líkjast Daniel Og ég vil líkjast Guð. Ég vil líkjast Daniel Og ég vil líkast Guð. Því Rut hún svo sönn og góð og Daniel virtur hetju móð. Ég vil líkast Daniel Og ég vil líkast Rut. Það er ekki allir sem nennir sig einhvern veginn. Hvað er í gangi hérna? Ok, þeir sem ekki gera þetta, þeir eru bara orðnir gamlir fyrir þetta. Ekkert mál. Við reynum aftur unga fólkið, við byrjum aftur, strákarnir byrja. Ég vil líkast Daniel Og ég vil líkast Rut. Ég vil líkast Daniel Og ég vil líkast Rut. Því Rut hún svo sönn og góð og Daniel virtur hetju móð. Ég vil líkast Daniel Og ég vil líkast Rut. Frábært. Ef þið veit ekki hver þessi Daniel og Rut eru, þá skulum bara finna það í biblíunni og lesa ykkur til það. Gjörðu svo vel og farið niður í krakkastarfið og þegar ég fór að velja sálma og kóra fyrir þessa stund í dag, þá var einn kór sem datt í hausinn á mér og ég fékk hann ekki í burtu. Hann er á ensku og mér langar rosalega til að syngja hann hér í dag. Og í framhaldinu þá öll lögin þau komið þannig að þau fjölluðu mikilvæga Guðs, hversu stór hann er og frábær. Voldugur er þinn dýrð og þinn heiður. Nú ætlum við að syngja lag sem heitir How Great Is Our God og hún Hrefna þarf að syngja einsöngin í erindunum. Þið þekkið þetta lag. How great is our God.
þakka þér fyrir það að við getum komið fram fyrir þig og lyft huga okkar til þín Drottinn og höndum. Viltu blessa okkur hér í dag, viltu gefa okkur móttækileg fyrir orðinu sem að Helgi ætlar að búa til okkur, Drottinn minn. Gefa okkur skilning og þolinmæði til að skilja allt sem að þú hefur fram að færa, Drottinn minn. Styrkt okkur í þínu heila nafni, Jesús. Amen. Amen. Gjörðu svo vel að fá okkur sæti vinir og fáum Helga hér upp. Amen, við skulum biðja saman. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir yndislega nærveru þína sem hér í dag. Þakka þér heilagur andi Guðs fyrir að þú ert hér. Þakka Drottinn minn bara fyrir að þinn heilagi andi hér til að mæta okkur, til að tala til okkar, til að vinna í okkur, til að móta okkur. Og heilagur andi Guðs, við bjóðum þig velkomin. Komdu og talaðu inn í hjarta okkar. Komdu og talaðu gegnum Guðs heilaga orð. Blastu lífi okkur í brjóst, Drottinn. Geð okkur kraft, geð okkur náð og móta okkur meira í þinni mynd, Faðir. Í Jesú nafni biðjum við. Amen. Og amen. Amen. Við höfum verið svolítið í Rómarbréfinu undanfarið og við svindluðum smá síðast og hoppuðum fram og nú förum við tilbaka og það er 7. kafli Rómarbréfsins sem við lesum í dag. Og mér finnst það gott þegar hún Kitty var að lesa Guðs orð og minntur okkur á mikilvægi þess að lesa Biblíuna okkar
Og ég var bara í síðustu viku að lesa grein þar sem var verið að hvetja predikara til að þó þeir séu konum með spjaldtölvur og maður fara bara á biblian.is og copy-paste textar sem maður ætlar að nota og svona, ekki skilja biblíuna þín eftir heima. Fara með hana og lesa úr henni og það er ákveðin yfirlýsing. Þetta er biblían mín, þetta er biblían sem ég les heima hjá mér, þetta er biblían sem ég les til að byggja mig upp í orðinu og þetta er biblían sem ég nota því ég undirbý mig. Og það koma mér upp í púlt að það er svona ákveðin áminning að ég les biblíuna, átt þú ekki líka biblíu? Lest þú hana? Lesum biblíunar okkar, notum þær. Og það nú þungað mér í því sem við gerum þegar við komum saman að við saminumst Guðs orð. Íslendingar eru frægir fyrir margt, er svona okkar á meðal. Ég veit ekki alveg hvort að fólk á Grænlandi er mikið eitthvað að tala Íslendinga eða Ástralíu. En við erum fræg okkar á meðal fyrir ýmislegt og við erum Íslendingar, við erum svona spontant og við getum verið svona óskipulögð eða við getum verið svona gripið augnablikið. Við erum held ég frekar skemmtileg, okkur finnst það, fyndin og svona. En það er eitt sem að Íslendingar eru svona líka svolítið, Íslendingar eru svolítið stressaðir. Það er oft mikið stress á svona læti í Íslendingum, alltaf að flýta sér, kannski að því að við erum spontant og alltaf á síðustu stundu. Gæti verið tenging þar á milli, ég veit það ekki. En það er rosalega pressa á Íslendingum. Ein ástæða fyrir að það er pressa á Íslendingum, og það er eitthvað sem fólk sem hefur búið í öðrum löndum talar að á Íslandi þá er svo mikil pressa á fólki að það er einhver lífsstandard sem við þurfum að ná. Ég má ekki vera minni maður en nágranni minn, það er kannski ekki, það er ekki alltaf á því plani, en það er samt svolítið Íslendingum að við erum alltaf að keppast við eitthvað. Við erum alltaf að ná einhverju, og það getur verið gott, svona ákveðið metnaður og svona drifkraftur, að við viljum ekki bara hanga einhverju meðalmennsku, við viljum fara lengra og gerum oft grín að nágrannum okkar í Skandinavíu fyrir að vera ekki þannig, en svo er yfirleitt þeir gera sem við getum lært af þeim, ég veit ekki, það er svona. Og Íslendingar eru samt stressaðir, við erum alltaf að gera svo mikið, við erum alltaf á fullu og eitt af því, og það er kannski, mér finnst að summera svolítið verið að kapla, 7. kapla, er að vegna þess að það eru svo miklar væntingar sem við þurfum að standa undir. Það eru svo miklar skyldur sem við þurfum að bregðast við, það er svo mikið sem hvílir á okkur, það eru svo miklar væntingar. Og væntingar eru mjög tvíbent fyrirbæri. Og mér finnst nú gott dæmi að væntingar geta verið jákvæðar, væntingar geta verið ein mynd af von. Ég er ekki, það er blöð sem er fyrir mér. Við getum borið mikla væntingar til þess að efnahagurinn sé að lagast. Við getum borið væntingar, heyrðu, nú er makrillinn, nú byrja vertíð. Við getum verið væntingar, vonandi verður þetta gott. Það búið að rigna mikið í sumar, væntingar, berjaspretta, verður góð í ár. Væntingar geta verið jákvæðar. En væntingar geta líka verið streituvaldur. Það geta verið neikvæðar. Væntingar geta verið þungur baggi á okkur. Og mér finnst besta dæmið er sennilega þegar Ísland er að keppa við Danmörku í handbolta. Svo gerðist nú síðast þegar ég horfði á landsleik milli Íslands og Danmörkur. Ég held að ég hafi ákveðið þá að hætta því. Staða jöfn rétt fyrir leikslok. Íslendingar fá víti. Þetta hafi verið, ég kannski ekki segja nafnið hans, ef einhvers getur gleymt því. Mjög góð vítaskipta og liði Íslands fer á vítalínuna. Væntingar. Það alveg byggjast upp eins og þrumuský og fjall og allt sem er stórt. Eins og Miklagljúfur ef það væri fjall, alveg bara væntingar. Ef hann skorar, þá eru væntingarnar breytast þar í siguröldu sem hann getur flotið á heim. Ef það bregst, þá er það eins og þetta stóra fjall sem bara hrynur yfir hann. Og í þessu tilfelli að þá einmitt hrundi fjallið og Danmörk skoraði og við töpuðum. Það er svona pínu þess að ég bara hættur að horfa á Ísland-Danmörk í handbolta. Ég bara græt strax. Væntingar, þær geta verið streituvaldur. Væntingar geta verið rosalega erfiðar og væntingar eru sennilega það sem að fer hvað verst með heilsu Íslendinga þegar við erum alltaf að standa undir einhverju. Og svo upplifir maður með fólk sem kemur í kirkju og svo erum við að predika og við tölum vonina og tölum allt sem er gott. Nema svo er einhvern veginn í biblíunni eins og sé einhverja væntingar til okkar. Og þá finnst manni, er ekki nóg
allar aðrar væntingar, öll önnur pressa, þarf Guð að bæta á hrúguna hjá mér. Guð með einhverja væntingar sem ég þarf að standa undir og ég get brugðist? Það svona pínu, á ég ekki bara frekar að vera heima og sleppa við þennan væntingapakka. Og maður svona, já, ég held, það sé alveg sanngjarnt að segja að Guð hafi væntingar, tímalaust. En eiga að vera streituvaldur. Eru væntingar Guðs til mín eitthvað sem má setja pressu á mig? Eru væntingar Guðs til mín neikvæðar væntingar? Og það einn kafli í Biblíunni sem fjallar algjörlega þetta efni og það Rómverjabréfið 7. kafli. En það sem svo yndislegt við bréf Biblíunnar eða Biblíuna að þegar þetta skrifaður engin vers og það engin kaflar og það ekki svona bil á milli orða. Þetta skrifað frá upphafi til enda og þetta var lesið frá upphafi til enda á samkomu. Þetta ein óbrotin heild, þannig að það ekki hægt að lesa 7. kafla nema í samhengi við það sem á undan og eftir og 7. og 8. kafli hanga algjörlega saman. Þannig ég ætla að tala 7. kaflan og svo rétt að dýfa tánni í 8. kafla því að hann fær allavega 2 ef ekki 3 predikanir, einn og sér. Þannig við ætlum ekki að fara ólangt í hann. Þannig að ef við bara tökum það sem ég finnst vera kjarnaversið í 7. kaflanum, það er langt að lesa allan kaflan, að mér finnst ég ná svona þykkninu, svona síður þetta niður, frá versi 18 til 23. Og það segir í kafla 7: Ég veit að ekki býr neitt gott í mér, það er í spilltu eðli mínu. Að vilja veitist mér auðvelt, en mig skortir alla getu til góðs. Hið góða sem ég vil, ger ég ekki, en hið vonda sem ég vil ekki, það ger ég. En ef ég geri það sem ég vil ekki, þá er það ekki lengur ég sjálfur sem framkvæmi það, heldur syndin sem í mér býr. Þannig reynist mér það sem regla að þótt ég vilji gera hið góða, er hið illa mér tamast. Í hjarta mínu hef ég mætur á lögmáli Guðs, en ég sé annað lögmál í limum mínum og það stríðir gegn lögmáli hugar míns, hertekur mig undir lögmál syndarinnar í limum mínum. Ég veit ekki ykkur en ég stundum sé svona pínu byrðir að dana þetta þegar ég lesa þessi vers. Eru fleiri en ég, svona væntingar, ég ætla mér það besta, ég vil það besta og svo ger ég eitthvað allt annað. Ég fór í Hagkaup á laugardegi til að kaupa banana, ég kom út með kíló af nammi, byrðir að dana þetta. Eru fleiri ég sem hafa lent í þessu. Og þessi kafli fjallar svolítið þetta sammannlega vandamál. Og það er rosalega mikilvægt að því að Páll postuli snillingur að litlar setningar geta skipt öllu máli. Kaflinn byrjar á þessu: Þið vitið systkin, orðrétt bræður, ég tala hér við menn sem þekkja lögmálið. Þessi kafli skrifað til þeirra sem þekkja lögmálið. Páll postuli, trúi ég, að skrifa sína reynslu, hvernig hann hefur alist upp, hvernig hann hefur lifað sem maður sem þekkir Guðs orð og hefur reynt að lifa eftir því, en svo sér hann bara trekk í trekk, hann stendur ekki undir eigin væntingum og því sem hann upplifir að séu væntingar Guðs. Og það sem við þekkjum svo vel að það ekki bara nóg að vita hvað maður á að gera. Svona í alvöru talað. Vitum við ekki öll að við eigum að borða rétt og hreyfa okkur til að vera ótrúlega grönn og spengileg og geta verið fyrirsætur á einhverju íþróttablaði. Við vitum við öll ekki. Það er ekki skortur á þekkingu. Karamellur og kók, óhollt. Það er enginn þar. Ef ekki þá leiðir þetta hér með. Karamellur og kók, ekki hollt. Við vitum þetta. En samt borðum við karamellur og kók. Það var maraþon í gær. Ég veit alveg hvernig maður hleypir maraþon. 1 fót fyrir framan hinn, ítrekað. Ég veit þetta alveg. Ég hljóp svolítið ekki maraþon. Ég var svona með eitthvað metnað. Tek allavega 10, jafnvel hálfmaraþonið, ekki eitt mál. Svo bara sumir eitthvað svo kalt að ég fór aldrei út að hlaupa. Ég æfði mig ekkert. Keypti samt svona hlýjan síðarmaból til að hlaupa í. Svo bara, já, bara stuttbuxur, kalt úti. Ég hljóp latabærhlaup í gær með son minn, 550 metrar. Gera það bara nokkur sinnum, hafa þetta komið. Við vitum þetta, er það ekki? En svo gerum við eitthvað allt annað. Við vitum öll ef við eyðum efni fram og þá erum við blöng. Samt eru flestir Íslendingar yfirleitt blankir að við eyðum efni fram. Við vitum. En
þekking ekki nóg. Þekkingin ein og sér ekki nóg til þess að við gerum það sem rétt Það segir meira að segja í predikarunum, þegar í orðskviðunum, sá sem eigur þekkingu sína, eigur kvöl sína. Ó, já. Það bara, túnfiskur og hollur, þungmálmar, það bara já, gott að fá sér smoothie, en ef maður stendur lengi á borðinu, þá eyðast ákveðin næringarefni, þannig ég nýtist mig ekki alveg vel, best að fá mér kók. Þetta er svona einhvern veginn, auka þekkingu sína ekki alltaf gott. Þá vitum við bara meira hvað heimurinn hættulegur, þá vitum við meira hvað hlutir geta verið tvíbendir. Sá sem eigur þekkingu sína, eigur kvöl sína, vegna þess að við erum brisk, við erum fallnar verur og fallinn maður á valdi syndarinnar. Og það það sem 7. kaflinn fjallar Maðurinn, einn gegn syndinni, hann getur vitað allt sem hann þarf að vita. Hann getur vitað nákvæmlega hvað hann á að gera. Hann hefur ekki kraft til að gera það. Hann getur það bara ekki. Hann bara ófær það. Þannig að það var gott fyrir menn sem ég að vita það að markmið mitt hér í dag ekki að segja öllum hvað við eigum að gera. Það ekki listar rétta hegðun og ranga hegðun. Þess að einu sem ég geri þá að láta öllum líða vel þegar þið bregðast þessum væntingum. Vegna þess að þekking dauð ein og sér. Páll postuli, hann var sérfræðingur í þessu. Hann var sérfræðingur í væntingum Guðs til mannana. Hann lærði lögmálið utanbókar 5 ára gamall, hann var kennari, hann var predikari, hann var lögfræðingur í lögmálunum meðal gyðinga. Hann þekkti væntingar Guðs til manna. Og það sem meira þegar maður les Nýja testamentið, þá sér maður Páll postuli, hann var svona prinsipmaður, hann var heilsteyptur, hann hafði sterka samvisku. Páll postuli, hann ekki bara vissi hvað Guð vildi gera, vildi að við gerðum, hann virkilega vildi gera það. Hann raunverulega bar sig saman við þennan standard og svo sá hann ítrekkað hvernig hann bregst þessu. Þannig að við sjáum Páll postuli, hann þekkir þessa baráttu. Páll postuli þekkir hvað að þekkja Guðs orð en vera máttvana til að framfylgja því. Og þá spyrir þú kannski, þetta uppröndi predikun dagsins? Hér Biblían, gangið vel að fylginni, þú getur það ekki. Ha. Förum út í daginn þannig. Við erum lúserar saman. Við erum endað að syngja lagið hérna Back, I'm a loser baby. Nei, veitu, þá engin von? Þetta bara væntingar Guðs? Guð gaf okkur þessa bók og svo bara til að við vitum hvað erum ömuleg. Já, heyrðu, bara ef þú skildir ekki vera alveg viss, lestu þetta, vinur. Bara ef þér skildi hafa liðið vel, ef þú varst ánægð með sjálfan þig, þá hérna opinberunarbókin, býttu bara. Tvisvar í þessum kafla, þá nota Páll postuli hugtak, og þetta svolítið skemmtilegt nefnilega í 81 þýðingunni, þá las maður kaflan, þá þurfti maður að túlka hugtökin. Núna búið að túlka þetta fyrir okkur, þá þarf það að útskýra hugtökin sem búið að túlka fyrir okkur. Þetta aldrei minni vinna, það sama, svona þetta. Hugtak sem að beint má þýða með hugtakinu hold. Og það búið að þýða, hann segir ekkert gott býr í mér, hann segir í holdi mínu, en það þýtt spilltu eðli mínu, sem frábær útlegging. Því það það sem það þýðir. Og ef það staðið hold, þá þurft að segja ykkur, það þýðir spillt eðli. Í holdi mínu. Svo segir hann aftur og aftur, hann segir hann talar sjálfhyggjan, sem líka frábær útlegging á hvað holdið sjálfshyggjan, þegar ég þunga mig alls. En hann notar þetta ítrekka í þessu kafla og það kemur líka í 8. kaflanum, það þessi andstæða hold og andi. Og nú ætla ég aðeins að næra holdið. Eitt sopa. Hold, ef ég myndi fá að skilgreina þetta, í rauninni bara maðurinn án anda Guðs. Þegar ég hefur manninn sem bara hold, þá hann algjörlega þrælsyndarinnar. Hann algjörlega varnarlaus gegn syndinni og þú getur kennt honum allt það sem hann á að gera en hann gjörsamlega ófær að gera það, þannig hann bara hold. Þegar Guð skapaði manninn og við lesum sköpunarsöguna sem ótrúlega mögnuð og mér finnst þetta svo fyndið, ég var alltaf með svona komplexa, ég var alltaf að fara í sköpunarsöguna þegar ég predika, svo fattaði já, Páll postuli gerir það líka. Þetta bara greið svona góð saga, mikilvæg saga, að Guð skapar manninn og hann fullmótaður. Hann liggur mótaður á leiri jarðar og þetta bara allt í staðar, það hjarta og nýru og heili og það allt. Hann liggur og hann lífvana. Hvað það sem liggur á jörðinni? Kjötstykki með beinum og taugum. Hold, eða ekki? Hann bara hold.
Meðan maðurinn ekki lifandi, hvað hann þá? Hann bara hold. Og Guð beygir sig yfir hann og hann blæs lífsanda í nasirunum, svo segir, þannig varð maðurinn lifandi sál. Maðurinn án anda Guðs bara hold. Og ég held að það sé það sem Páll postuli að tala Þegar maðurinn hefur ekki anda Guðs innra með sér, þá eru við lítið annað en talandi dýr, sem í rauninni einhverju vísindamenn myndu vilja segja okkur að værum, vitið. En þá maðurinn bara hold. Það sem að Biblían að segja okkur að sé svo mikilvægt, að það algjörlega nauðsynlegt að við fáum þennan lífsanda Guðs innra með okkur. Að Guð fá að lífga okkur með því að blása lífsanda í nasir okkar. Án anda Guðs við hold og maðurinn án anda Guðs getur ekki staðið undir væntingum Guðs. Maðurinn í eigin mætti þræll syndarinnar. Maðurinn í eigin mætti getur vitað allt sem hann á að gera en hann bara getur ekki gert það. Af því að alvöru talað, nammi bara svo miklu meira spennandi en bananar. Það bara, þetta allt kolvetni. Kolvetni. Ég keypti mér nammi sem lítur út eins og egg. Það lítur að vera holdt. Það er svona spælt eggnammi. Ég sett þetta einu sinni fyrir því. Mér fannst það að vera hollara. En ef við lesum kaflan til enda, 24. vers, ég stoppaði versi 23 áðan. Hann segir, ég aumur maður, hver frelsar mig frá þessum dauðans líkama? Og kaflinn endar ekki þar. Versi heldur áfram. Guði sé lof að Jesús Kristur drottinn vor frelsar, en sem sagt, sjálfur þjóna ég lögmáli Guðs með huga mínum, en lögmáli syndarinnar með ytri gjörðum eða holdinu. Jesús Kristur frelsar. Það von, það ekki? Hann lýsir þessu og segir, ég tala til ykkar sem þekki lögmálið. Ég tala til ykkar sem eins og ég, sem að vitið allt sem á að gera, en hafið barist allt lífið við að gera það ekki. Þess vegna held ég að farisetarnir hafa orðið svona harðir, vegna þess að þeir kannski fundu sinn eigin breiskleika og til að svona klappa yfir það, þá fundu hvað allir hinir voru að gera vitlaust. Það svolítið auðveldara. Ég kannski ekki alveg nóg góður, en wow, sáðu þennan. Það svona þægilega aðeins að benda á, hann kom við heiðingja og þvoði sér ekki. Það hérna. Ég allavega, ég fór með 5 bænir á 3 tungumálum. Og ef við svolítið þannig, ef við í þessum pakka, að við alltaf að horfa á væntingar Guðs og við að ströggla í ein mætti við að uppfylla þær, við horfum á Kristi líf sem einhvers konar checklista, hvað maður þarf að gera og ekki gera og við misgóð eftir því, þá við bara farisear. Og það bara til fullt af kristnum fariseuðum. Að þegar við höldum að Guð sé ekki kærleiksríkur faðir, heldur Guð sé einhvers konar svona leiðinlegur bókhaldari, þetta góði bókhaldarar, mamma mín eins og les, hún góð, mjög hjartahlý, að Guð sé svona leiðileg típa sem með eitthvað svona debit og kredit, greitt og skuldað, og svo hann bara með eitthvað reikningshald yfir okkur, hvort hún góð eða slæm, svona eins og jólasveinn, bara not eða nice, hvort ertu. Guð þannig? Kannski það þín mynd af Guði. Ef að þér finnst mikilvægt að vera betri en þessi, þá það ákveðið hint. Ef að alltaf þú byrjar á því að biðja til Guðs, þá byrjar á því að biðjast afsökunar, og það munur að biðjast fyrirgefningar og afsökunar, og alltaf að afsaka þig fyrir Guði, ef að þér finnst ekki gaman að biðja, og ef að þú að taka upp Biblíuna, það svona pínu núna fæ ég kennslustund í því hvað ég ómöguleg manneskja. Það hint. Kannski viðhorfið til Guðs ekki gott. Kannski ertu með ranga mynd af Guði. Kannski Guð bara einhver reglugerða fasisti en ekki kærleiksríkur faðir sem hann Kannski ertu fastur í Rómarbréfinu 7 og þú veist ekki þetta kannski 1/3 sentimetra úr 7. kafla yfir í 8. kafla. Það mjög stutt. Þá þarftu bara að lesa næstu setningu. Þá þarftu að hoppa inn í næsta vers. Vegna þess að Guð skildi okkur ekki eftir vonlaus. Guð hefur ekki skilið okkur eftir máttvana eða ómögulega. Guð ekki þannig. Guð ekki að brjóta okkur niður, Guð byggja okkur upp. 8. kafli byrjar á versum 1 að sjálfsögðu og ég ætla að lesa vers 6. Nú því engin fyrirdæming búin þeim sem í Kristi Jesú, því að lögmál þess anda sem lífið gefur í Kristi, það lögmál lífsins anda, eins og segir í gömlu, hefur frelsað mig
frá lögmáli syndarinnar og dauðan. Það sem lögmálinu var ógerlegt, þar það var vanmegna gagnvart sjálfshyggju, holdi mannsins, það gerði Guð með því að senda sinn eigin son í líkingu syndugsmanns gegn syndinni og dæma syndina í manninum. Þar með gat réttlætiskröfu lögmálsins orðið fullnægt hjá okkur sem andinn fær að leiða en ekki holdið, sjálfshyggjan. Þau sem stjórnast af eiginhag eða holdinu hafa hugan við það sem holdið krefst, en þau sem stjórnast af anda Guðs hafa hugan við það sem hann vill. Sjálfshyggjan, holdið, dauði, en hyggja andans, líf og friður. Það von. Maðurinn án Guðs anda, engin von. Þegar heilagur andi kemur, þá kemur líf í líkamann. Þá hættir maðurinn að vera bara hold og hann verður lifandi sál. Þá kemur líf, þá kemur kraftur, þá kemur eitthvað sem stærra en ég, eitthvað sem stærra en syndin, eitthvað sem stærra en fordæmingin og lífið verður allt öðruvísi. Í staðinn fyrir að Guð sé eitthvað skonar skriffinsku fasisti langt í burtu sem er alveg saman með mig, en hún mjög umhugað hvort að líf mitt sé eins og eftir einhverju formúlu. Það verður Guð nálægur faðir sem umhugað mig og þegar ég dett þá hjálpar hann mér á fætur. Þegar ég bregst þá huggar hann mig og hvetur mig áfram. Það Guð. Væntingar Guðs eru ekki íþyngjandi og neikvæðar. Væntingar Guðs eru ekki einhverjar ytri reglur sem við fylgjum. Það eiginlega réttar að tala von Guðs. Guð hefur væntingar í formi vonar fyrir mig og þig. Eins og við erum að biðja á það, að blessa lítið barn. Við viljum ekki setja pressu á lítið barn. Ef þú verður ekki svona þá hættu við að elska þig. Við biðjum, Guð hefur góðar áætlanir fyrir þig. Guð hefur væntingar. Guð vill þér allt það besta. Og við biðjum og við vonum að það megi verða. Guð vill þér allt það besta. Guð vill að þú blómstrir og þú líkist Jesú Kristi meir og meir. Guð vill að þú verður hans útrétta kærleikshöndin í þetta samfélag. Og bara svo þú vitið það gerist ekki ef þú ert alltaf á bömmir yfir því að vera ömuleg manneskja. Bara svona í alvöru tala. Það er enginn sem bara eitthvað líður illa yfir að vera ömulegur. Vá, hvað mér langar að vera eins og þú. Þú greinilega veist nákvæmlega hvernig við eigum að vera. Þú ert alltaf búin að ýta þig niður. Alltaf eitthvað, ó Guð. Ég þarf helst að skríða undir gólfið þegar ég kem til þín að ég ömuleg manneskja. Miskunnaðu mér. Sendu litla eldingu í mig, ekki stóra. Ef það viðhorf okkar til Guðs, það er ekki mjög smitandi viðhorf. Það er ekki mjög eitthvað, vá, þú geislar af gleði. Bara, má ég gangi í söfnuðin? Bara strax. Bara, hvað skrifa ég undir? Ég var vonaríkur þegar ég kom í vinnuna, en nú hitti ég þig. Má mér líða svona illa alla daga, í alvöru. Fagnaðar erindið, yey. Er það í alvöru það sem við predikum? Nei, Guð er ekki svona. En kannski kemur það inn að stundum eru við svona og við ætlum Guði að vera eins og við. Við getum verið svona. Guð er ekki farisei, en við getum verið farisear. Og við stundum höldum að Guð sé farisei eins og við. Guð hefur von fyrir þig og þá von að finna í náðaverki Jesú Krists sem að tók okkar fordæmingu á sig, sem tók sektina sem við höfum til unnið á sig. Refsingi sem við höfum til unnið kom niður á honum. Hann gekk í okkar stað. Jesús frelsar. Og Jesús hefur frelsað þig. Og Jesús hefur frelsað mig. Og ég og þú, við þurfum að ganga inn í það. Við þurfum að meðtaka það. Annars verður það ekki lifandi veruleiki í okkar lífi. Von Guðs fyrir þig er að hann fá að blása lífsins anda þér í nasir. Og ég tala meira það næst í þannig Rómarbreið. Lögmál, orðið lögmál, það er rauninni hvað sem stjórnar mér. Þannig ég hef ekki, ég veit að í Jötunni fæst ekki bók sem heitir Lögmál syndar og dauða. Ég hef aldrei lesið það lögmál. Ég hef aldrei, hvernig get ég verið undir því ef ég aldrei lesið það? Lögmál er það sem stjórnar mér. Lögmál, við erum öll með svona myndlíkingarlegan hnakk á bakinu. Það sem er í hnakknum, það er þitt lögmál. Það getur verið hvað sem er. Syndin, það getur verið ánægju fíkn, það getur verið hvað sem er sem situr í þínum hnakk.
Lögmál lífsins anda, þegar heilagur andi kemst að og þegar kraftur heilags anda fyllir líf okkar og þegar heilagur andi hefur aðgengi að okkur og heilagur andi ekki bara hefur aðgengi heldur streymir fram úr hjart okkar, þá það lögmál lífsins anda, kraftur heilags anda, líf heilags anda leysir mig undan lögmáli syndar og dauða. Þýðir að ég verið syndlaus? Nei. Þýðir að ég verið fullkominn? Nei. Þýðir að mér líði æðislega alla daga? Nei. En þýðir að þú verið nálægt í? Já, ég myndi segja það. Það verður miklu betra allavega, það verður miklu nærði en áður. Þú veist, lögmál lífsins anda, kraftur heilags anda. Guð þráir að þú sért fullur og full af heilugum anda, af krafti heilags anda, af gleði heilags anda, af lífi heilags anda og voninni sem heilagur andi fyllir þig af. Það svar Guðs við synda vanda mannsins. Lögmál lífsins anda. Og ef það eitthvað sem hún tekur til þín hitt í dag úr þessari predikun, þá það þetta mannlega vandamál, við þekkjum það öll. Og við munum sannlega öll glíma við það eitthvað áfram. Að þú veist, já ég veit ekki. Eins og segi, við vitum hvað við eigum að gera, stundum við bara miklu skemmtilega að gera eitthvað annað. Ég veit ég ætti að fór að hlaupa, en það skemmtilega þáttur í sjónvarpinu. Ég veit, við vitum öll. Það verður kannski áfram, við verðum áfram mannleg. En þú þarft ekki að lifa bugaður eða buguð af synd. Þú þarft ekki að lifa föst í einhverjum hjólfurum, komast ekkert áfram. Þú þarft ekki að lifa og líða illa þegar þú vaknar á mótnana. Þú þarft ekki að lifa þannig og bara, þú mætir mótlæti og þetta svona einhvern veginn, mætir freistingu og þú reynir ekki eins og lengur. Komst þú, jæja, ég tapaði, best að stíga í drulluna aftur, pollur, ég veit ég mun þetta, best að leggjast bara, einhvern veginn, það þýðir ekkert að steytast á móti, bara einhverju rútínu, bara einhvern veginn, það einhvern veginn ekki í huganum. Og mér finnst besta samlíkingin, ég þegar ég var lítill, við áttum alltaf hunda, foreldrar mínir eiga reyndar ennþá hund, og að það tekur rosalega tíma að fara alltaf út með að labba og hundar eru forvitnir og vilja fara út, þá áttu við svona keðju út í garði. Og við settum hundar út á keðju og þessar keðjur voru endalaust, áttum alltaf fleiri en einn hund. Og svo man ég eftir einu sinni, þá var ég eitthvað út í garði og þessar keðjur voru vetur, sumar, vor og haust, eða á Íslandi haust og vor. Og það rignir á Íslandi og það kom snjór og frost og alls konar og keðjurnar voru ryðgaðar. Og svo sé ég einhvern veginn því úti að keðjan slitin og það gras á henni og hún öll út í leðju, hún greinilega búin að vera slitin í svolítinn tíma. En þessi hundar voru búin að fara að keðju hverjum einasta degi marga daga. En þeir fóru aldrei neitt. Af því að þeir voru bara búin að reyna á keðjuna, hún bara þetta löng, ég kemst bara þetta langt. Þannig að þegar við settum hann á þá, þó að þeir geta að fara hvert sem þeir vildi, þeir geta að laupa út í sjó, þá bara fóru ekki lengra. Af því að í huganum, keðjan var slitin. Þeir voru lausir, en þeir voru bundnir í huganum. Þannig eru við svolítið oft. Við erum laus, við erum frjáls, en við erum bundin hér. Heyri amen því, einhver hérna? Lögmál lífsins anda hefur frelsað þig. Heilagur andi sterkari en það sem þú glímir við. Heilagur andi reisti Jesú Krist upp frá dauðum. Heilagur andi velti frá steini með rómversku innsigli og Jesús Kristur gekk út. Þín synd stærri en það? Þinn vandi stærri en það? Ég segi nei. Amen. Endum á því að biðja saman. Faðir, ég þakka þér fyrir þitt orð sem líf og þitt orð sem andi. Og Faðir, ég biði í Jesú nafni að þinn heilagi andi fái að tala til okkur í dag og lífga hjört okkar með þínu lifandi orði. Ég bið þess Drottinn minn að þitt orð sem beittara hverju tvíeggjuðu sverði fá að smjúga inn í innstu veru sálar okkar í dag, Drottinn minn, og bara höggva allan efa úr hjart okkar, Drottinn minn. Og þeir sem heyra mál mitt í dag og virkilega þurfa að fá hennan boðskap, virkilega þurfa að meðtaka hennan boðskap. Faðir, ég bið í Jesú nafni að fyrir þinn heilaga anda megu blása trú í hjarta þeirra, að þeir geti meðtekið. Drottinn minn, að þú fór að blása lífi í hug og hjörtu þeirra, Drottinn minn, að vígi blekkingar eða bara vanans, Drottinn minn, fá að brotna í dag í Jesú nafni. Og heilagur andi Guðs, ég bið þig að þú komir.
Ég bið þig heilagur andi að þú komir í krafti þínum. Drottinn minn, þú hefur úthellt anda þínum yfir kirkju þína. Drottinn, þú segir í þínu orði, ómælt gefur Faðirinn andan. Þú segir í orði þínu, því að ykkur ætlað fyrirheitið, börnum ykkar og öllum þeim sem í fjarlægð eru. Þú segir, hann gefur heilagan anda öllum þeim sem hlýða honum. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir að andi þín gjöf. Ég þakka þér fyrir að anda þínum ríkulega úthellt. Og ég þakka þér fyrir að heilagur andi kraftur. Heilagur andi leysir. Heilagur andi frelsar. Heilagur andi fyllir af lífi. Ég lofa þig fyrir lífsins anda sem að þú blæst yfir okkur í dag. Og Drottinn minn, ég bið þig fyrir þeim sem að hlusta, þeim sem eru hér í dag, Drottinn minn, eða þeim sem eru heima, hvar sem þeir eru, Drottinn. Faðir, að heilagur andi fá að komast að núna, Drottinn, og leysi. Sannleikurinn komist að og leysi. Fagnarerindi komist að og leysi. Ég lofa þig lifandi, frelsandi Guð og ég þakka þér. Ég þakka þér, Faðir, í Jesú nafni. Verði þín góði vilji okkar á meðal og til komið þitt ríki í krafti þínum og í fullnustu. Í Jesú nafni. Amen og amen. Amen. Samkoman ekki alveg búin. Við ætlum aðeins að vera saman í lofgjörð og það fyrirbæn hérna í hliðarsalnum ef þú vilt fá fyrirbæn. Og það auðvitað samfélag hérna niðri og eftir. Jatan opinn og það ennþá til einhverju gæði penródiskar fyrir þá sem að vantar smá sítt country í líf sitt. Nei. En Guð bless ykkur og göngum út á Guðs orð í dag. Amen. Og við syngjum saman og svo ég gleymi því ekki þá minni ég á það hollustæði boði fyrir þá sem vilja á hamborgarafabrikunni alltaf síðasta sundaginn í hverju mánuði. Það afsláttur fyrir þá sem eru hér á samkomu. Bara segið frá því að þið voru hér 15% afsláttur á hamborgarafabrikunni. Við ætlum að syngja saman Enginn er sem þú. Jesus, enginn er sem
Amen. Þetta frábær ræða hjá honum Helga í dag og við höfum örugglega eftir að lenda í ýmsum kringumstæðum í vikunni og þá munum við eftir því sem hann sagði hér í dag. Ekki satt? Versin sem við skulum syngja aftur, mér langar svo að enda á hérna viðlaginu sem við sungum hérna áðan. Það passar svo vel við það sem Helgi talaði þá Jesús í hjarta kom inn. Syngjum það hér í lokinu og förum við þetta inn í vikuna. Þá Jesús í hjarta kom inn. Þá Jesús í hjarta kom inn. Þá Jesús í hjarta kom inn. Inn í hjartan. Inn í hjarta féll gleðin sem hans straumur blá. Þá Jesús í hjarta kom inn. Þá Jesús í hjarta kom inn. Þá Jesús í hjarta kom inn. Inn í hjarta féll gleðin sem hans straumur blá. Þá Jesús í hjarta kom inn. Amen. Við skulum fara niður og eiga samfélag niðri og endilega staldri við og njóti þess að tala saman og fá kaffi saman. Guð blessi ykkur, takk fyrir samverðinu í vikunni og gangi ykkur vel í vikunni ætla ég að segja.